7 stórar skemmur rísa á Miðnesheiði á næstu vikum. Þar verða geymd tæki og tól til að byggja nýjan flugvöll ef þörf krefur. Bandaríkjaher greiðir nær allan kostnað, rúma 13 milljarða króna. 20 ár eru liðin frá einum mannskæðustu náttúruhamförum sögunnar, þar sem yfir 220.000 fórust. Maður verður aldrei samur, segir hjúkrunarfræðingur sem sinnti neyðaraðstoð á eyjunni Súmötru. Lögregla telur að skemmdarverk hafi verið unnin á sæstrengjum milli Finnlands og Eistlands. Skipverjar á skipi sem tengist Rússum eru grunaðir að eiga þátt í verkinu. Álíka margir ferðamenn og í fyrra eru hér á landi yfir jól og áramót. Gert er ráð fyrir að gjaldeyristekjur vegna þeirra nemi 6 til 8 milljörðum króna. Og segja má að jólin hafi bjargað smábæ einum í Bandaríkjunum. Fyrir hálfri öld var hann við það að þurrkast út, en í dag er bærinn fjölmenn jólaparadís. Gott kvöld og gleðileg jól. Feiknar stórar birgðageymslur rísa á næstunni á varnarsvæðinu á Miðnesheiði. Þær munu meðal annars hýsa allt sem þarf til að búa til flugvelli og laga þá sem kunna að skemmast. Hér á öryggissvæðinu er verið að reisa 13.000 fermetra birgðageymslur í 7 byggingum, en þar verður geymdur allur sá búnaður sem til þarf til að koma upp flugvöllum hvar sem er. Bæði hér á Íslandi og annars staðar í Evrópu, og sambærilega birgðageymslur eru í uppbyggingu í öðrum Evrópuríkjum og hérna er bara hluta því að efla viðnámsgetu og viðbúnað ríkjanna til þess að geta brugðist við einhverju ástandi. Og er þetta þá hugsað til að hægt sé að koma upp bara flugvelli á einhverju stað sem við sjáum kannski fyrir núna að þurfa að hafa flugvell á? Já, þetta er bæði náttúrulega til að gera við flugvelli ef eitthvað kemur upp á, en líka til að setja það upp á öðru stöðum, og það er mikil geta önnur. Það eru rafstöðvar, það er aðstæða til að taka mót, framleiða mat eða gera skurðgröfur og ýmis tæknibúnaður sem er notað til að reka flugvelli. Þannig að maður kannski segja að þetta sé eins konar flugvöllur í boxi. 200 til 300 hermenn dvelja nú á varnarsvæðinu og eru þar í 6 mánuði í senn. Fjöldi Íslendinga kemur einnig að uppbyggingunni og síauknum umsvifum á sviði öryggis og varnarmála. Já, hér heima eða á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli eru það í kringum 50 manns, en ef við horfum bara á þá sem starfa varnarmálum fyrir Ísland, þá eru þeir miklu fleiri. Við erum með fólk sem starfa hjá Landhelgisgæslunni, ríkislögreglustjóra, við erum fólk í utanríkisráðuneytinu, við erum öll að vinna saman að þessum málum, og svo höfum við verið með fólkin í herstjórnum hjá Atlantshafsbandalaginu. Það eru sérfræðingar í ákveðnum málaflokkum. Og allt skiptir þetta okkur máli, að því að núna er viðbúnaður bandalagsins að breytast, og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að taka þátt í þeirri stefnumótun. Hvað á fólk að halda? Fólk sem horfir á og les svona fréttir þennan viðbúnað hér og það setur kannski að í ugg. Það sem er mikilvægt er að við erum að bregðast við þessu. Við erum að, og ekki bara við, heldur öll okkar samstarfsríki, það er verið að bæta við þessa getu sem við þurfum til að bregðast við, og hún er ekki bara á varnar- eða hernaðarsviðinu, hún snýst líka það að styrkja áfallaþol samfélagsins. Hvernig bregðast við til dæmis ef það skapast eitthvað spennástand, þegar við erum að aðlaga okkur að nýju ástandi. Þessir innviðir skipta okkur máli, þeir skipta máli fyrir okkar bandalagsríki, því að við erum ekki ein, við erum hluti af varnarsamstarfinu, og þó við séum herlaus, þá erum við ekki varnarlaus, við erum hluti af einhverju stærri mynd, og það er það sem skiptir okkur mestu máli. Maður verður aldrei samur, segir hjúkrunarfræðingur sem fór til Súmötru eftir einar mestu náttúruhamfarir sögunar fyrir sléttum 20 árum á Indlandshafi. Fréttatökumaður segir að erfitt hafi verið að brynja sig fyrir sorginni. Hörmungana er minnst víða í Asíu í dag. 20 ár eru frá einum mannskæðustu náttúruhamförum sögunar þegar jarðskjálfti rúmlega 9 að stærð reið yfir undan strönd eyjarinnar Súmötru og hratt af stað flóðbylgju sem náði til allt að 15 landa. Yfir 220.000 manns fórust. Guðbjörg Sveinsdóttir fór á vegum Rauða krossins til Súmötru og var á meðal fyrstu viðbragðsaðila á staðinn. Það var náttúrulega bara skelfilegt ástand. Það voru rústir einar alveg 5-6 kilometra inn í bæinn frá hafinu, og bátar þar og bara allt gjör ónýtt og lík út allt. Þetta er hérna á ströndinni Phuket. Það sést út á flóan. Og hérna inn kom
aldan hérna inn á þessa götu. Og þarna niðri, þetta sund þarna niðri, þar drukknuðu 30 manns. Það Þór Ægisson, fyrrverandi fréttatökumaður RÚV, sem heyrist tala hér. Hann fór með nokkura klukkustunda fyrirvara borð í hjálpargagnaflugvél til Phuket í Tælandi, lenti þar í myrkri og lýsir því hvernig rústir einar blöstu við þegar hann vaknaði morguninn. Bíll fastur upp á ljósastaur og bílar auðvitað á hvolfi og húsgögn sem höfðu skolast út úr íbúðum og bara allt á tjáatundri. Og líkum raðað upp hvert ofan á annað. Já, maður verður aldrei samur á að horfa upp á svona mikla eyðileggingu og svona mikla sorg og maður var að hitta fólk sem hafa búið að missa alla sína ættingja, kannski fleiri tugi manns. Það það sem eiginlega hafði mest áhrif á mig var þegar ég fór í sænsku hjálparmiðstöðina sem hafði verið sett upp hana. Þar var svo mikil sorg. Hann segist geta brynjað sig fyrir allflestu, enda reyndur fréttatökumaður og björgunarsveitarmaður, en ekki þessu. Guðbjörg segir að samfélagslega aðstoð og áfallahjálp hafi byggst upp í kjölfar þessara hörmunga. Og svo náttúrulega líka þetta, hvað samtakamátturinn gerir, hvað fólk í raun og veru gott og hvað það þolir í raun og veru mikið ef að það fær svona samúð og samhygð frá öðrum. Finnska lögreglan telur skemmdarverk hafa verið framin á 2 sæstrengjum milli Finnlands og Eistlands í gær. Skip tengt rússneska skuggaflotanum var kyrrsett vegna málsins. Rafmagnstruflanir hafa verið í báðum löndunum vegna skemmdana. Fyrir rúmum mánuði skemmdust 2 sæstrengir í Eystrasaltinu og sænsku yfirráðasvæði. Kínverskt skip grunað að hafa átt þátt í þeim skemmdum og var það kyrrsett tíma. Í gær skemmdust svo 2 aðrir minni strengir sem flytja rafmagn frá Finnlandi til Eistlands. Þar liggur olíuflutningaskipið Eagle S undir grun sem siglir undir fána Cookseyja en með tengsl við rússneska skuggaflotan. Þar átt við skip sem flytja olíu frá Rússlandi sem viðskiptabann á. Á blaðamannafundi í dag kom fram að fyrst hafi verið tilkynnt í gær að samband hafi rofnað við Estlink 2. Framangreint skip hafi verið stöðvað og sé nú bundið við akkeri í finnskri landhelgi. On syytä epäillä, että tämä Cookin saarelle rekisteröity alus on aiheuttanut vaurioita tähän Estlink sähköverkkokaapeliin, mutta sen lisäksi epäilemme myös muita kaapeleita vaurioituneet. Rannsókn sé nú þegar hafin. Forsætisráðherra Finnlands segir mikilvægast að stöðva rússneska skuggaflotan. Pysäyttämiseen. Varjolaivasto on laivasto, joka huolehtii pumppaa Venäjän sotakassaa, jotta se pystyy jatkamaan sotaansa Ukrainassa Ukrainan kansaa vastaan ja se on saatava pysähtymään. Evrópusambandið hyggst leggja fram tillögur að frekari viðskiptaþvingunum gegn rússneskum skipum vegna málsins. Og afturhingað heim því gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum sem dvelja hér á landi yfir jól og áramót nema 6 til 8 milljörðum króna að mati ferðaþjónustunnar. Búist við ámóta fjölda og í fyrra og bókunarstaða hótela yfir hátíðarnar góð. Ísland vinsæll áfangastaður útlendinga yfir jól og áramót. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustuna segir útlitur núna gott, gert sér á fyrir svipuðum fjölda erlendra ferðamanna í ár og var í fyrra. Það búist við kannski í kringum 170.000 manns í desember og það þýðir að svona jól og áramót verða kannski hér 35 til 38.000 manns á ferðinni. Það eru Bandaríkjamenn og Bretar fjölmennastir líkt og lengi hefur verið. Asíubúar og þá ekki síst Kínverjar hafa einnig verið fjölmennir en sá markaður hefur lengur en aðrir að taka við sér eftir heimsfaraldurinn. Ferðamenn frá Þýskalandi og Ítalíu hins vegar fjölmennir. Hátt í 40.000 ferðamenn skila heilmiklum tekjum. Það má segja hverjir 10.000 ferðamenn séu svona 2 milljarðar í gjaldeyristekjum. Þannig að þarna erum við kannski með 6 til 8 milljarðar í gjaldeyristekjum sem að koma inn svona þessa viku, jóla og áramóta vikuna. Þannig að það eitthvað sem við getum svona slumpað á. Formaður FHG, fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu, segir bókunarstöðuna góða. Já, svona frá 20. þá þetta bara mjög gott og fram yfir áramót. En svona heldur rólegra í desember en gott helgar. Þetta svona svo gengur yfir veturinn.
Unnið hefur verið að því að lengja ferðamannatímabilið hér þannig að það nái yfir allt árið, en ekki þarf að líta mörg ár aftur í tímann þegar nánast allt var lokað yfir jól og áramót. Ég man þá tíð þegar við vorum hérna, þá voru það Saga og Hotelesia sem núna Hilton sem að skiptust á að hafa opið jól og hérna færðu gestin á milli, þannig að og svo bara í raun og veru eins og menn svona komnið til vits ára muna, þá var bara Laugavegurinn og miðbærinn, hann var bara steindauður yfir sjálf jólin, fólki bara heima hjá sér sko, en nú bara iðandi líf og veitingastæðir opnir og allt annað sko. 5 blaðamenn voru drepnir á Gaza í morgun. Þeir störfuðu fyrir sjónvarpsstöð sem tengdist íslömskum vígamönnum. Ísraelsmenn segjast hafa verið að uppræta hryðjuverkamenn. Blaðamennirnir voru að vinna í útsendingabíl sjónvarpsstöðvarinnar Quds sem hefur tengsl við vígamenn sem berjast við hlið Hamas. Bíllinn var kyrrstæður fyrir utan sjúkrahús í Nuseirat, flóttamannabúðunum. Einn fréttamannanna átti konu á fæðingadeild sjúkrahússins. Nefnd vernd blaðamanna segir að yfir 130 palestínskir blaðamenn hafi verið drepnir frá því stríðið hófst fyrir rúmu ári. Engir aðrir blaðamenn hafa fengið að koma til Gaza. Ísraelsmenn segja árásina hafa beinst að íslömskum hryðjuverkamönnum. Ráðstafanir hafa verið gerðar fyrir árásina til að koma í veg fyrir að óbreyttir borgarar særðust. Blaðamennirnir voru bornir til grafar í dag. Ísraelsmenn hafa einnig gert árásir á Vesturbakkanum. 8 fórust í harðri árás í Túlkarem í gær sem Ísraelsmenn kölluðu aðgerð gegn hryðjuverkum. Fórnarlömbin voru borin til grafar í dag. Vitni segja árásina hafa staðið í yfir 30 klukkustundir og 200 heimili hafi verið eyðilögð. هناك كمان استهداف لمواطنين نساء تم قتل نساء 2 وهن يتواجدن أمام بيوتهم في مخيمة الكرم قتلوا بدم بارد. تم استهداف وأيضا قتل بدم بارد لأطفال. Viðræður standa enn yfir vopnahlé á Gaza en þær hafa ekki skilað árangri ennþá. Yfir í allt annað. Milljónir ferðamanna koma árlega til smábæjar í Bandaríkjunum eftir að honum var breytt í jólaþorp. Hann var að drabbast niður en nú hátíð í bæ. Þótt að líti kannski út fyrir að þetta fína jólaþorp sé í bæjaralandi í Þýskalandi, þá það heldur langt í burtu. Uppi í fjöllunum í Washington-ríki í Bandaríkjunum, ekki ýkja langt frá Seattle. By 1930, with the sawmill gone and the railroad leaving in 1928, then we ended up really going from about 6,000 people all the way down to about 1,800 people. Leavenworth var við það verða draugabær, en íbúar dóu ekki ráðalausir. Í kringum 1960 kviknaði svo hugmynd að breyta honum í jólabæ. If a commercial building now is remodeled and it's not Bavarian, it's going Bavarian. Any new structure is going Bavarian, and they are very authentic. These folks in the building code. Og þetta hefur borið árangur. Nú streymir fólk að í fyrra komu 3 milljónir ferðamanna til Leavenworth. You could say this town was lucky, but that's what they say about luck is opportunity meeting up with preparation. You have to prepare yourself to be lucky. These folks were prepared to do the commitment, to do what it took to create this Bavarian experience. Og aftur heim því nokkur hundruð manns tóku þátt í árlegu kirkjuhlaupi í dag. Það trimklúbbur Seltjarnarness sem skipuleggur hlaupið, en þetta í 13. sinn í röð sem hlaupið á öðrum degi jóla. Komið var við í 13 kirkjum á leiðinni og það var ekki að sjá að veðrið hefði nein áhrif á hlauparana. Margir voru þó orðnir þegar komið var að Neskirkju, en þaðan stuttur loka sprettur að Seltjarnarneskirkju, þar sem hlaupurum var boðið upp á heitt kakó og smákökur. Íbúa í Fukushima héraði í Japan brá í brún þegar hann kom heim og fann skógarbjörn í stofunni. Ekkert farasnið var á bangsa sem náðist ekki út fyrir en daginn eftir. Íbúinn hafði skilið bakdyrnar eftir opnar og þar komst björninn inn. Dýrið hafði komið sér fyrir undir upphituðu borði sem algengt að finna á japönskum heimilum. Talið að hungur hafi hrakið hann til byggða. Töluverður viðbúnaður var í hverfinu vegna komu bjarnarins og íbúinn leitaði skjóls hjá nágrönnum. Nokkrum viðvörunarskotum var skotið til að hræða björninn en hann hreyfði sig hvergi og dvaldi yfir nótt á heimilinu. Næst flutti hann sig í nærliggjandi kofa.
Þar var skotið í hann svefnlyfi og hann svo fluttur út í náttúruna. 私見た限りではその寝てる形はこのくらいの、形ではありました。もう子供ではなくて親熊になっているだろうということでありました。 Leikritið Jerma verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu klukkan 8 í kvöld og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. Þú ert komin þarna baksviðs með leikurunum. Hvernig stemningin eiginlega? Já, ég hérna í græna herberginu og hér mikið spenna eins og ég gerir ráð fyrir að sé nú alltaf fyrir frumsýningar. En hér á að frumsýna verkið Jerma, sem áleitið og átakanlegt nútímaverk, en það líka sagt leiftrandi og hér hjá mér staddur Gísli Örn Garðarsson en hann leikstjóri. Gísli, hvað fjallar þetta verk? Þetta fjallar hjón sem að ákveða það að eignast barn eftir að hafa ekki viljað barn undir neinu kringumstæðum. En svo gengur það ekki alveg eftir eins og þau voru búin að sjá fyrir sér. Þetta svona þegar maður ætlar að taka fram fyrir hendurnar á náttúrunni og stjórna þessu sjálfur, en náttúran hefur náttúrulega heilmikið þetta að segja. Og þetta fjallar fólk á mismunandi stað gagnvart því að eiga börn. Þannig að hér með hjón sem geta ekki eignast barn mjög auðveldlega og svo ertu með systur sem að eignast mjög auðveldlega börn og svo ertu með móður sem að eignaðist fullt af börnum en vildi það kannski ekki. Þannig að þetta svona, hvað maður segja, þetta svona lífið. Þetta spænst verk ekki og það búið að staðhæfa það eða hvað? Já, búið staðhæfa það. Það rauninni búið að gera úr þessu nútímaverk, þannig að þetta innblásið af gamla spænska verkinu, en þetta nútímaverk sem þetta svona eins og að horfa á leikarana sem við erum með á sviðinu vera að gera þetta út frá sjálfum sér í dag. Og þetta verk sem hefur vakið mikla lukku víða meðal annars í London. Þú leikur Nína aðalhlutverkið. Það þessi kona sem á allt nema það sem hún þráir mest, lítið barn. Jú, ég fæ að takast á við þetta rosalega hlutverk og bara mjög spennt að stíga á svið og sýna þetta fyrir fullum sal í kvöld ásamt systrum mínum hérna, kollegum og Gulla Brím hérna, hann hitta sig upp. En eyðileggur þetta ekki gjörsamlega jólin fyrir fólki að vera svona frumsýn á annan jól? Nei, þetta bara hátíðlegt. Stemming, hátíðlegt. Það kannski ekki mikil tími svona til að hugsa hérna hefðbundnu jólahluti, en ég held að okkur hafi samt tekist alveg ágætlega til. Það var bara eitt sem klikkaði, það var piparkökuskreytingar, en frensískinni mín fá það bara á 5. janúar í staðinn. Flott, ég segi bara tói. Takk fyrir. Og já, við segjum þetta gott hérna úr Þjóðleikhúsinu. Takk hérlega fyrir það, María Sigrún. Já, tói. Við ætlum að fara að ljúka þessu bráðum en gáum fyrst til veðurs. Á morgun verður suðvestanátt, yfirleitt 8 til 15 metrar á sekundu, víða él eða snjókoma með köflum en þurrt að mestu norðaustan og austanlands. Og það kólnar í veðri á ný og hiti á láglendi verður í kringum frostmark. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum fréttum. En rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. 7 stórar skemmur rísa á Miðnesheiði á næstu vikum. Þar verða geymt tæki og tól til að byggja nýjan flugvöll ef þörf krefur. Kostnaður nemur rúmum 13 milljörðum króna og allur greiddur af Bandaríkjaher. 20 ár eru frá einum mannskæðustu náttúruhamförum sögunar þar sem yfir 220.000 fórust. Maður verður aldrei samur, segir hjúkrunarfræðingur sem sinnti neyðaraðstoð á eyjunni Súmötru. Lögregla telur að skemmdarverk hafi verið unnin á sæstrengjum milli Finnlands og Eistlands. Skipverjar á skipi sem tengist Rússum eru grunaðir að eiga þátt í verkinu. Álíka margir ferðamenn og í fyrra eru hér á landi yfir jól og áramót. Gert ráð fyrir að gjaldeyristekjur vegna þeirra nemi 6 til 8 milljörðum króna. Og segja má að jólin hafi bjargað smábæ einum í Bandaríkjunum því fyrir hálfri öld var hann við það að þurrkast út en í dag bærinn fjölmenn jólaparadís. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma á öðrum degi jóla lokið. Verið sæl.